Við höldum áfram með föstudagsþáttinn sem að þessu sinni er sendur frá Hótel Bláfelli á Breiðdalsvík en hingað til okkur kominn Friðrik Árnason sem er eigandi hótelsins. Þú hefur síðustu misseri verið að byggja upp ferðaþjónustu hérna á Breiðdalsvík. Hvernig kom það til og bara hvernig hefur svo vegferð verið? Þetta kom þannig til að ég er búinn að starfa í ferðaþjónustu síðan ég var 13 ára gamall og aðallega fyrir sunnan á Reykjanesinu. Svo fór ég í nám til Danmerkur í nokkur ár og var þar þegar hrunið skall á og okkur við langaði að flytja heim og sáum við að hótelið var til sölu, sáum við stöðlist í Morgunblaðinu og jólin, hann milli jóla og nýjárs 2008-2009 og ég varði eiginlega bara að koma inn austur til þess að fá þessa fáránlegu hugmynd að flytja á Breiðdalsvík út úr hausnum á mér en þessi ferð alltaf var að ég 2 mínútum seinna var ég búinn að kaupa hótelið. Síðan tökum við við páskarnir 2009 og byrjum við að rústa til og mála og fengum alla fjölskylduna að sunnan til að koma að hjálpa okkur og opnuðum svo hann í vorið aftur og síðan þá er ég búinn að fjölga hérna herbergjum, taka hérna í gegn, kaupa símstöðina, breyta henni í hótel, keypti hérna gamla kaupfélagshúsið, opnaði þar aftur maturverslun sem var búin að lokaði árabil, opnaði kaffihús, svo fórum við í afþreyingu og vorum við í bátsferðir og fórum svo í samstarf við hjónin á Breiðdalsvík, Ingólf og Helgu og verðum að bjóða upp á jeppaferðir. Þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtileg verkefni. En þú hefur ásamt fleirum sem eru í þessum bransa ferðaþjónustu gagnrýnt fyrirhugaðar skattahækkanir ríkisstjórnarinnar sem að þið teljið koma niður á sérstaklega ferðaþjónustuaðilum á landsbyggðinni. Hvernig er það? Já, við teljum það. Það er aðallega vegna þess að fyrsta lagi finnst okkur orð ferðamálaráðherra það að ferðaþjónustan sé búin að slíta barnsskólanum og þar með tilbúin undir þess að það séu settar þau séu hægt að vera undanþegin virðisaukaskatti sem ferðaþjónustan er alls ekki, hún er í 11% skatti vera bara rangt vegna þess að ferðaþjónustan er tiltölulega ung atvinnugrein á Íslandi þó að sé búin að vera til í 20 ára þá er ekki nema 4 ár síðan 3 til 4 ár síðan sem hótel stóðu tóm á Suðurlandinu sem er enda full í dag þannig að okkur finnst við ekki alveg vera tilbúin til þess að fá þessar skattahækkanir. Annað hitt er að eftir því sem verð hækkar og núna erum við til dæmis að finna mikið fyrir genginu þá styttast bara ferðalög fólks og það kemur alltaf til með að bitna á landsbyggðinni. Því fólk kemur alltaf til með að vera áfram í Reykjavík eða þess að koma til Íslandsvíku en kannski ekki en stytta ferðina þar að verði landsbyggðin alltaf eftir. Og við erum búin að vera núna undanfarin ár að búa okkur undir það að við fáum ferðamenn hingað til okkar allt árið. En það hefur ekki gerst ennþá og með þessu erum við verið að setja okkur svolítið stólinn fyrir dyrnar að þetta muni gerast og við erum bara ekki tilbúin í þetta og það er ekki nema ár síðan að ferðaþjónustan var sett í skatt 11%. Þannig að það er ekki komin inn, það er bara tímapunkturinn bara ekki réttur, þetta er bara snemmt að vera að hækka svo virðisaukaskattinn 100% strax aftur. Og svo talar ráðherrann líka fjármálaráðherra það að það eigi að einfalda kerfið, en það er verið að fara að flækja kerfið, vegna þess að kerfið í dag þannig að gistingin og veitingarnar eru hvorttveggja í 11% virðisaukaskatti, en nú að fara að berja því að setja gistingun upp í 24 sem síðan verður á svo að lækka í 22. En þar það verður gistingin í 24% og veitingarnir 11%. Það er eins og það var, áður fyrr var gistingin í 14% og veitingarnir í 7%. Þannig að það verið að fara að flækja kerfið aftur sem var búið að einfalda. Þannig að við erum mjög ósátt við þetta. Þetta kemur alltaf til með að bitna mest á landsbyggðinni. Hvernig myndir þú vilja sjá þetta unnið? Já, fyrst og fremst erum við bara algjörlega á móti þessum skattahækkunum. Og til dæmis orð ráðherra það að það er notað skattkerfi til þess að stemma stigu við fjölda ferðamanna sem fólkið á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandinu finnst vera kannski orðið nóg þá megum við náttúrulega bara ekki við því en ef maður ætlar að koma með einhverja
brútal hugmynd sem ég veit að verður ekkert vinsælt þegar þetta sést í sjónvarpinu. Það ef á annar borð á að skattleggja, þá er þá ekki einu hugmynd að skatturinn sé settur á eingöngu notum til dæmis hvítá. Hérna miður hvítá eru við lægra þrepinu, en vestan miður hvítá í efra þrepinu. Nei, ég segi svona, en sjálfsögðu erum við á móti þessu. En óháð skattahækkununum þá náttúrulega þarf að fara í alls konar aðgerðir til þess að við fáum ferðamenn allt árið. Þetta verkefni sem að Íslandsstofa búin að vera í undanfarin ár, Ísland allt árið, hefur ekkert verið Ísland allt árið. Þetta eingöngu búin að vera, þetta ekki allt Ísland allt árið. Þetta raun Suðurlandið og Suðvesturhornið allt árið. Þetta hefur bara ekki náð til okkur. En hvernig það? Eru við hér á þessu svæði, eru við að njóta jafn góðs af þessu ferðamanna fjölgun eins og talað eru staðir eins og til dæmis Breiðdalsvík, eru þeir að græða, ekki græða, en svona að fá jafn mikið til sín eins og talað bara á landsvísu? Ekki á Áskrúðslundi, ferðamönnum hefur fjölgað greiðilega mikið hérna á Austurlandi á þessum svokallaða high season og nýtingin þar er betri. Það var þegar ég kem hingað 2009 þá nýtingin hérna eingöngu eitthvað að gera frá 17. og 18. júní og fram í verslunarmannahelgi. Það hefur breyst. Núna alveg ágætt að gera frá miðjum maí og fram í miðjan október. Þannig að það breytingin. En okkur vantar ennþá ferðamenn utan þess tíma. Og það ekki bara á Austurlandi eða í okkur. Það vantar bara ferðamenn alveg frá Hornafirði og alveg vestur í Borgarfjörð á Veitundar. Það ekkert mikið að ferðamönnum á Akureyri á Veitundar þó það hefur verið gríðarleg fjölgun þar akkurat núna í vetur, en það bara fyrst núna í vetur. Þannig að okkur vantar ferðamenn hérna til þess að geta haldið úti heilsugsrekstri og skaffa heilsugsstörf. Það búið að fjárfesta alveg greiðarlega mikið hérna og við þurfum að fá nýtingu á þessu fjárfestingar. Eru ferðamenn að stoppa? Allt og lítið. Austurland hefur einhvern veginn ekki ennþá orðið almennilegum áfangastöð. Vantar að vera að gera þetta áfangastæð, þetta verður meira að vera viðkomustaður, svona drive-thru. En það eiga sér svona Austurbrú í samvinnu við ferðamálasamtök Austurlands, samvinnu við Austurbrú og ferðaþjónustaðir og íbúar á svæðinu eru búin að vera að vinna núna í verkefninu við áfangastæðurinn Austurland og það er svona byrjunin að búa til áfangastöð Austurland og fá fólk til þess að stoppa og við svona bundum mikla vona við það. En hvernig er svona þín sýn á það? Er þetta verkefni sem að þú heldur að takist á blómstri? Já, vonandi. Þetta er mjög skemmtilegt verkefni og þetta er svona miðar að því að fá íbúa og ferðaþjónustaðila fyrirtækin og gesti til þess að kombinera svolítið saman og þannig ég bind mikla vona við þetta verkefni og ég held því eftir að þetta gerist á löngu tíma, þetta gerist ekkert á einni nóttu, það tekur mörg ára að byggja upp áfangastað en svo aftur á móti hinbógin varðandi að fá fleiri gestinga inn. Ég las bara í blöðunum daginn að Amsterdam ætlaði að fara að hægja á sínu markaðsstærð vegna þess að það var orðið of mikið af ferðamönnum í Amsterdam. Þá datt mér í hug allt í einu, en er þá ekki hægt að hætta að auglýsa eða markaðssetja, ekki að svona minnka minnka sem sagt að það sé vera einblína á Ísland sem áfangastað. Akkur er ekki opinbert fé núna, til dæmis notum tækifæri. Það hefur verið að komið mikið ferðamönnum Suðurlandi og Suðvesturhorninu, höfuðborgarsvæðinu. Notum tækifærið núna og förum á þessar sýningar erlendis sem Íslandsstofa og hefur verið að fara á með opinbert fé og auglýsum Austurland, Norðurland og Vestfirði. Hættum að leggja áherslu á hitt, búum til nýja áfangastæði. Því það kom alltaf ferðamenn til að koma til Reykjavíkur, Gullfoss og Geysi. Bara minnka áherslun á það. Austurland allt árið, Mývatn, Norðurland allt árið, Vestfirði allt árið. En heldur það hafi áhrif að náttúrulega þetta gerir það að millilandaflugið er á þessu horni, en hvað getum við til og með gert til að halda í norrænu? Gestina sem kom í norrænu, það er nú okkar leið til og frá landinu? Já, það kemur fullt af fólki með norrænu og það er alltaf að aukast líka og þarf að koma gestir með norrænu á veturna. En ég held að við ættum að leggja mikla áherslu á millilandaflug. Alveg hvort sem að sé á Egilsstaði, Akureyri, Hornafirði eða Húsavík, allavega að fá millilandaflug
hérna megin á landið til þess að dreifa ferðar, búa til fleiri komuleiðir inn í landið. Það komið til með að skila miklu. En það er bara spurning hvernig það er gert, hvernig það er framkvæmt, en ég held að það muni koma til með að breyta miklu. Það hefur verið reynt, er ég að fyrir með náttúrulega? Það var reynt, það var bresk ferðaskrifstofa sem reyndi þetta, en það tókst ekki. En það var líka kannski leið farin sem var óheppileg, þar var eingöngu hægt að kaupa pakkaferðir hjá viðkomandi ferðaskrifstofu. Þannig að það gafst raun og veru ekki, fólki gafst ekki að kaupa eingöngu flugsæti, þannig að það kannski er ekki fullreitt. Þannig að það þarf að fara í þetta, það þarf að verða áætlunarflug. En eins og sumarið í sumar, talar það gengið náttúrulega ekki hagstætt og svo þessar fyrirhuguðu skattahækkanir. Erum við fann að finna fyrir þessu strax kannski samdrætti með síðustu? Já, við erum fann að finna fyrir gríðarlegu samdrætti út frá gengi. Þá náttúrulega þessi virðisaukaskattahækkanir, við finnum náttúrulega ekki fyrir því ennþá, en við finnum fyrir að gengið sé að stríða okkur. Það er eins og til dæmis bara hótelið hjá mér. Ég er mikið með hópa frá Skandinavíu og Þýskalandi og það er bara bókast mjög illa í þessu hópa vegna þess að það er bara einfalt orðið og dýrt að koma til Íslands. Það er 40–60% ódýrara fyrir Þjóðverja að fara til Noregs sem við töldum að vera dýrasta land í heimi heldur en að koma til Íslands. Og það er bara genginu að kenna, og þar alveg bókast illa þessar ferðir. En hugsanlega eitthvað af þessu fólki kemur til Íslands nema bara að 3 daga í Reykjavík, fer dagsferð út frá Reykjavík, kemur ekki út á land. Þannig að við erum strax farin að finna fyrir því. Og þess vegna teljum við þessar skattahækkanir vera bara rangur tímapunktur og ekki rétt. Og bara samkeppnismál, við erum alltaf í alþjóðlegu umhverfi og erum að keppa við önnur lönd þar sem ferðaþjónusta er á öllu tilfellum í lægra skattþrepi. Og við þurfum bara að vera samkeppnishæf. Við erum ekki að fara fram á neitt annað en að vera samkeppnishæf okkar samkeppnismarkaði. En hvernig nú standa ferðaþjónustaðar ekki jafnfætis öðrum þegar kemur að svona stórum útflutningsvörum sem í sambandi við skattinn? Nei, okkur finnst þetta bara snúast samkeppni. Útflutningsgreinar eins og stóriðjan og sjávarútvegurinn eru undanþegin virðisaukaskatti. Ferðaþjónustan er stærsta útflutningsgreinin okkar og þá að fara að skattleggja hana. Þannig að við viljum horfa á þetta bara sem samkeppnismál og samkeppnismál gagnvart öðrum mörkuðum. Það er sem að okkar sýn á þetta mál. En nú er sumarið bara á að vera komið en er vonandi rétt handað við hornið. Hvernig leggst það svona í því þrátt fyrir allt? Sumarið er bara að vera skemmtilegt og bara gott veður og vonandi fullt af ferðamönnum og bara verður bara gaman. Fullt af fólki í vinnu og bara litum björtum augum á sumarið. Takk fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir mig.